Já, hei Steingate, nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Það sem bara svona að gerast á næstunni. Ég var svona miðað við næstu 3 mánuðina, svona cirka bara sjá hvað kemur í spilunum bara hjá okkur. Leyfum við sjá. Já, ég var búin að draga hérna frá Isis, þetta Oracle-spil hérna. Og var búin að byrta það á síðunni líka. Og það sem mér finnst með þetta hérna á síðunni Völuspá, já, þá ég svo að þið svolítið bara núna svolítið bara standa föst á ykkar og svona í ykkar svona sannleika og eða svona, bara þið svona, já, þið eru svona óhrædd við að taka svona ákvarðanir og eitthvað svona, miðað á þau kannski, og voruð þið svolítið svona að gefa eftir það sem að öðrum fannst og bla bla bla, en nú þið bara svolítið í ykkar sannleika bara, svona authentic self, þið sjálf, og það svona þessi breyting sem að þið eftir að sjá ykkur, að þið svona á sjálfan ykkur, þið búin að vera kannski að reyna að finna ykkur sjálf og svona hvað þið vilja vera og hvað þið að gera og eitthvað fleiri, sko, getur verið. Þið getið lesið inn á Völuspá á Facebook hvað stendur hérna með þessu spili hér. En mér langaði sko að lesa þetta fyrir ykkur, Steingate. Truths unveiled. There is a time when our appearance of people, places and things are deceptive. You will sense this when something feels uncomfortable within you. When you notice feelings of anxiety or doubt within you, you may think there is something wrong with you, but actually you are intuitively sensing that all is not as it appears to be. Trust what you feel, not what appears to be. Já, þið eru kannski einhver hérna svolítið rosalega næm og þið eru stundum að taka annar manna tilfinningar að ykkur, og takið sem ykkar, og þið eru kannski bara að sjá það okkur, ykkur líður kannski, þið eru stress og kvíðin, að þið eru að taka tilfinningar frá öðrum til ykkar, og þetta eitthvað sem þið þurfum svolítið að læra að að setja svona boundary, þetta ekkert ykkar, skilurðu, og treysta svolítið á innsæi ykkar, og eitthvað sem að tilfinningum eru svolítið byggist á innsæi okkar, og það sem að hvernig þér líður, og treystu á það, ekki hvað annað fólk segir kannski. Þetta eitthvað svona smá skilaboð. En já, ég ætla að byrja að fá chakra hjá okkur. Hvað þurfa svona einbætt ykkur að, eða svona. Já, vera svolítið, þið fáið svona sacred sacral. Gæti það eitthvað samt við sexuality eða eitthvað, Og það hérna svona creative, þið þurfum svolítið að vera svolítið í, að skapa og búa til, og vera svolítið, fara það sem eitthvað finnst gaman og búa til eitthvað og mála, skrifa, gera eitthvað svona, já, skapandi, og svona tengja sjálfan eitthvað líka. Og sacral líka þegar þú getur að manifesta frá sacral energy, og það líka sexual energy. Alltaf hana. Ég ætla að fá líka stjörnumerki fyrir ykkur hérna. Þið fáið Vog og Steingetinn.
10. Já, ég myndi segja sko að þið eru svolítið í eitthvað power núna, myndi nú að segja. Og þeir svona jafnvægi á svona milli eitthvað sjálf. Þið eru bara í jafnvægi. Svona meira núna heldur en að hafa verið áður. Þið eru svona komandi sjálfsveikar, svolítið sko, myndi að segja 10 og það er svona eins og þess að loka einhverju sem var áður líka. Gæti verið að ég hafi verið svolítið í svona að horfa tilbaka og svona minningar og eitthvað, kannski líka með hluti. Það var eitthvað meira hérna fyrir ykkur. Það fá eitthvað hérna úr kortunum mínu sem ég skrifaði fyrir löngu. Eitthvað skilaboð til það fyrir steingitina. Það er ávextir númer 6. Hérna. Sometimes you're really surprised of your family, how crazy they are, but they need each other and are one together, but if you don't like them, contact your friends. Og það er svona, já, og kannski eitthvað að vera að spá með fjölskyldu og svona, það gæti verið kannski, já, eitthvað samt við fjölskyldu tengslin og eitthvað svona kannski, og svona kannski búin að vera kannski confused með eitthvað og kannski hefur þú sett svolítið vilja svolítið meira svona frá vilja fá okkur meira svona kröfu frá hinni fjölskyldunni eða eitthvað fleiri sko og geti tengst líka vinum en það er eitthvað svona eitthvað að fara að bætast við og gæti verið líka hjá einhverjum kannski vera að bætast við kannski fjölskyldumeðlimir eða eitthvað fleiri sko. Og ávextir er eitthvað svona, þið sjáu svona ávexti í skál og það er eitthvað svona abundance eða svona eitthvað sem er að verða meira og betra. Og það er góða fréttir. Svo fáum við líka nummer 4, Trophy Cup. Psychic abilities. You can attract easily and any kind of physical science, magic is all around you. You need to activate your physic abilities. Þú þarft svolítið að tengja sjálfur og þú svolítið getur verið einhver hérna sem er bara svolítið já getur meira en hefur ekki trú á sér. Manifesta meira en er svolítið að draga sjálf sig niður og treyst ekki að sjálf sig og það er það sem að þú það er þitt magic, þú treystir á sjálfur þú segja ok svo ætla ég að fá eitthvað hérna úr þessu hér 2 svona úr þessu og það verður líka angel number sem kemur úr þessu það er tölur sko á þessu hérna og við notum þessa tölur til að velja englanúmer ykkar eða angel number sem getur googla bara á netinu eða í Google Translate nei, hvað er ég að tala fóru bara svona á Google setja angel number meaning og töluna. Kannski er eitthvað mikið að nota translate, það getur verið. En já, það samt yfir tungumál kannski. Ég fá 2 hérna fyrir steingitina. 2 fyrir steingitina. Það er svona að sjá fyrir að vita. You know
Síðan says Ace of Swords hérna og Emotion Loss. Já. Og það eins og númer þá 15 fyrir með það. Og það eitthvað samti við að þið þurfum svolítið að opna ykkur meira svolítið. Það við svolítið dreigja ykkur tilbaka og eru búin að vera svolítið svona, ég var sirki eitthvað sem að var áður og svona, og þið eru svona, já, rosalega mikið hérna hjá okkur stengið að hlusta á innsæði ykkar. Guðungur minnum er alltaf svona á eitthvað svona, það er svona innra með ykkur og þarna heldur manneskjan hjarta sitt. Og svo er allt eftir að ganga upp þar sem að þið eru ósk eftir. Þetta er alveg allt eftir að verða betra og þetta er eitthvað sem verður svona grounded eða svona, þetta verður úr þessu. Síðan að það kemur hérna úr jörðinni og það er eitthvað svona, eitthvað stabílt og eitthvað sem er eftir að verða. Og svo finnst mér líka eins og því að okkur finnst þess að þið eru að hafa svo mikið fyrir öllu svona í kringum eitthvað, kannski með annað fólk, kannski líka, en þið þurft að bera svolítið mikla svona, já, taka inn á ykkur og bera ábyrgð á öðru fólki, en það er eitthvað sem þeir eru kannski bara að sjá. Þegar já, fekk smá hringingu. En já, það er bara eins og að þið eru búin að vera svolítið bara svona að finna ykkur sjálf og þið eru svolítið bara nýið þið að koma núna sko. Það er svona mikla breytinga og það getur verið líka samt við heimili líka og samband. Og það er svolítið kannski búin að taka svolítið á tilfinningalega sér. En þið svona, já, það er bara svolítið þannig. Svo þið fá úr þessu og meira fyrir strengitina. Sjávar og vita strengið. Sjávar og vita strengið. Ég veit ekki af hverju ég tók 2 en ég gerði það bara. Þið fáið Page of Cups og 8 of Cups. Hérna. Það er, já, það er svona eins og þurfa að velja núna. Það er eins og það er kannski eða fyrir að taka svona meira ábyrgð og þurfa að velja og það gæti verið líka sambandi við vinnu eitthvað svoleiðis eitthvað aðra sér gagnvart henni. En það er svona nýja dyr að opnast fyrir ykkur á næstunni og það er svona verður kannski meira gleði í vinnunni eða eitthvað svona fögnuður eða eitthvað gæti verið. Eða þá að þetta tengist bara heimilinu og það er eitthvað svona eins og já, kannski eitthvað loksins er eitthvað komið inn og ef það eru single þá er þetta bara, já, að eitthvað að koma inn til ykkar. Það getur verið eitthvað svona samdi við eitthvað, já, fréttir og eitthvað og eitthvað samt við tíman líka. Það er eins og þið þurfa að leita ykkur ráð eða svona sjá ekki alveg svona panga úr ykkur svona með eitthvað. Eitthvað sem þið eru að bíða bara. Gæti verið eitthvað samt við, já, ykkur svona documents eða eitthvað. Eða eitthvað samt í skóla, getur verið eitthvað námskeið eða eitthvað.
líka komin. Svo hvað meira fyrir steingitina. Wheel of Fortune, Karma og Eight of Wands. Já, það er einhverja góðar fréttir að koma inn. Og þetta finnst mér sko gæti, eitthvað samt við vinnuna eða og þetta er eitthvað sem að kemur svona óvænt inn og það er mikið svona samskipti bla bla bara plan og vera að vera að gera getur líka verið tengt bara heimilega einhver leið sko og það er svona þetta er eitthvað gæti verið líka að sé svona að flytja eða að gera eitthvað það er svona að vera saman eitthvað samt við heimili gera eitthvað breytingar og plana og svona þetta svona verður svona næstu þessi 3 mánuðir svolítið þannig að vera að plana og svona hvað að gera svolítið þannig svo að reyna já svona framöndan verður svolítið bara já meira svona ró svona heldur en hefur verið áður eða eitthvað verið svona eitthvað kannski eins og erfiðleikar sem er búin að vera að fara yfir það er eins og það næst 3 mánuðir verður svolítið góður með það að gera. Þetta er allt eftir að reddast. Þetta er einhver hérna hrútilón og bóðamaður. Það er líka vatnsmerki hérna líka. Og það er krabbi, fiskur og sportryggi hérna. Aðalega fiskur, finnst mér. Það þarf ekki endur að vera. En það er, já, eitthvað samt við 8. Það er bara eitthvað núna í nóvember sem að þið sjáuð eitthvað svona eitthvað sem við erum búin að vera að bíða eftir á næstunni. En ég ætla að fá þetta meira fyrir með ástalífi á steingitinni. Komum 17 mínútur. Já, 17, það er eitthvað svona í Írlandi. Og eitthvað sem er óskhyggja sem er að koma inn, kannski líka ef það hefur verið erfiðleikar þá er það eftir að vera búið. Þetta getur verið með samt við stöðuleika, heimili eða sambandinu. Já, það er eins og að það verið svona ekkert að gerast og þetta já, það þarf að bíða eftir ykkur við erum búin að vera að hafa svolítið mikið fyrir ykkur getur verið í sambandinu eitthvað það er svo mikið sem þau eru búin að vera að hafa fyrir og svona eitthvað svoleiðis sko meira fyrir steingitina að kaffibón. Það er kannski verið svona eitthvað svona ef þetta sé eftir að ganga eitthvað sem við erum búin að vera að plana kannski líka saman eða eitthvað en það er eftir að rætast sko betra heldur og svona heldur og þú ert búin að vera að hugsa og ef það er að koma eitthvað svona nýtt samband og þá er þetta sko
þú kannski hélst að þessi manneskja væri svona kannski leika við player eða svona í ykkur öðru, en það eins og bara þetta sé svona eitthvað svona meira, já, eitthvað svona vinnu eða svona hafa betur svona, og það gæti verið sem manneskja sé svolítið bara kannski svona ekki sama þroska, eða þið finnst þroskin verið ekki alveg að sama kannski, það tengt því líka, en það hérna ykkur getur verið ykkur hérna að koma tilbaka líka, sé hérna, það getur verið ykkur samskipti frá okkur öðrum kannski líka, og það eitthvað svona, einhverja pælingar, hvað skal gera en svona, já, en það eitthvað smá svona, og getur verið eitthvað slúður og eitthvað svona sem að hafa áhrif á öðru fólki. Já, þetta eitthvað fleiri sko. En það nýtt svona ný skref framöndan og þið þurfum svona bara að passa hvað þið segja og hvað þið gerir kannski. Hvað svo meira? Já. Hvað þessu? Og líka, finnst mér líka eins og að svona þessi breyting framöndan að þau þurfum að taka svona svolítið skari og finna eitthvað svona prógram að gera eitthvað. Það eins og að þið séu svolítið svona dottið tilbaka með sjálfum ykkur og það eins og, núna svona eins og það plön í gangi. Ég fæ svona mikið, heyr svona mikið plan og svona setja svona prógram og hvað skal gera, svona skipuleggja, þegar komin í ham, sko, þá gerist magic. En við ætlum að fá meira fyrir steinbitina. Þetta hefur verið svona óstöðugt í eitthvað svona samtidig stöðuleika. Eitthvað fleiri. Og ég fæ hérna fiskur, það er Pisces hérna og já, það er svona nýtt viðhorf. Ég er að sjá hlutum svolítið öðru ljósi heldur en kannski áður og ef ykkur finnst ykkur verið að stoppa ekkert að gerast, þá er það þessi breyting sem er að koma framöndan. Það hjólinn bara svona, það er svona mikið að gera. Hún upp með steingeit hérna og það er svona stability, svona öryggi. Já, getur verið bara svona næstunni gæti verið að hlutin fari fjárhagslega miklu betur út heldur en bjuggust við. Mér finnst þess að það sé að fá einhvern auka penning. Eða það kemur einhver að hjálpa ykkur líka með einhverju hluti. Svona, og kannski þurfum við að leita ráða og kannski líka að vera að tala um það. Það sé kannski einhver hérna nálægt ykkur. En mér finnst það að vera þið þurfum svona að skipuleggja og það er að koma svona, já, koma með svona jafnvægi á það sem þau eru núna. Þau eru í góðum stað fjárhagslega sér sko. Það er eitthvað kannski að passa eyðslu kannski, getur verið líka, eða það sé svona jafnt á milli og það sé eitthvað svoleiðis sko. Ég var búin með þetta. Ég er komin 25.05.
Já, ég fá hérna á þessu, það er svona framöndan hjá steingitinni. Það er svo að vera að vita. Two of Swords. Það er eitthvað samt við 4 hjá okkur. Þetta er 4 mánuðir, 4 vikur, eitthvað sem er að kannski að bíða eftir eitthvað fréttum kannski. Já, það er eins og það hefur verið ekkert gengið upp, ekkert að gerast og eitthvað sko, en það er eins og það er svona eftir 4 vikur, 4 mánuði, eitthvað svona til 4 sem að þið sjáu svona eitthvað hlutin að gerast sko. Það er eins og, já, allt svona í hangandi lofti núna eitthvað finnst. Og Ace of Swords. Og það er mikið Pentacles. Það er eitthvað svona mikið samt varðandi peninga og samskipti. Ég verður svolítið að hlusta svolítið á innsæð ykkur. Þið er svolítið svona, uglan er svolítið þannig sko. Og þið takið ákvörðun og þið gerið svona það sem að ykkur finnst við rétt. Ace of Swords. Fyndi, hérna kemur sama hérna sko, Two of Swords. Og svo kemur hérna Ace of Swords. Þetta er bæði þýða bara það sama. Það er bara eins og að til að sjá fram úr einhverju sem og sjá kannski í gegnum eitthvað sem hefur verið, kannski getur verið svolítið gossip eða slúður og eitthvað svona, og svona þið er svona, já. En það er svona nýbyrjun á allu hérna og það er bara, þetta er að koma inn sem við erum búin að vera að bíða þetta og það er svolítið þannig yfir hjá okkur Steinbjörn. Hérna. Og stjarnan. Þetta er bara að koma inn. Þetta getur verið eitthvað tengt febrúar líka. Sem að allt gengur upp. Sem er kannski búin að vera að vinna að, kannski. En já, ég ætla að láta þetta bara duga fyrir okkur Steinbjörn. Ég held ég sé búin með allt sem ég gat sagt. Næstu 3 mánuði, cirka bát 3-4 eða eitthvað svoleiðis. Bye!